Komið sæl, byrjaði að bjóða ykkur velkomin á þessa fjárfestakynningu á þriðja ársfjórðungi 2024 í uppgjöri Síldarvinnslunnar. Þið sem eruð að horfa og eigið eftir að horfa á þetta. Nú, ef við byrjum bara eins og áður að fara í það helsta og starfseminni á fjórðungnum. Þá heilt yfir var þetta bara góður fjórðungur, það gekk vel og makrílvertíðin gekk vel og við unnum mun meiri makríl til manneldis, reyndar að kostnað mjölvinnslunnar og fiskimjölsins. Síldarvertíðin tók við af makrílnum og hefur verið í fullum gangi í haust og hefur gengið mjög vel. Nú markaðir fyrir uppsjávarafurðir hafa verið bara sterkir og verð góð. Bolfiskvinnslu félagsins í Grindavík hafa verið nánast í fullum afköstum frá 1. september. En auðvitað framan ári er búið að vera strögl þar út af eldgosum á Reykjanesi. En svona frá 1. september höfum við verið þar í fullri vinnslu í Grindavík. Síðan kom þetta gos í gærkvöldi sem hefur stoppað vinnslu hjá okkur í dag en við reiknum með að hún hefjist strax á morgun. Bolfiskflotinn fiskaði vel og hefur fiskað vel í upphafinn í Skótás og hefur verið góð þorskveiði, sérstaklega hérna úti fyrir Austfjörðum og fiskurinn stór og vel haldinn. Frystitórinn hjá okkur Blængur er búinn að gera góða túra í fjórðungnum og gengið vel. Og heilt yfir er bara búið að vera mjög gott ástand á okkar helstu mörkuðum og útlit fyrir að svo verði áfram. Nú, ef við förum svona í lykiltölurnar í rekstrinum hjá okkur, þá eru rekstratekjur fjórðungsins $95,2 milljónir á móti 106,8 ári áður. Það er smá samdráttur á milli ára sem helgast af magntölum sem við förum yfir á eftir. Nú, EBITDA framlegð er $32,3 milljónir á móti 35,7. EBITDA hlutfalli hjá okkur, það er minni velta, þannig að það er 33,9% í stað 33,4%. Hagnaður tímabilsins er $19,1 milljónir á móti 20,1 og þarna sést kannski ástæðan fyrir þessum samdrætti að við veiðum ekki nema 36.000 tonn á móti 50.000 tonnum á sama tímabili í fyrra. Og þessi mikli samdráttur, það má segja að góð verð og gott ástand á mörkuðum hafi vegið upp á móti aflabresti og eins líka aukið hlutfall til manneldisvinnslu á móti mjölulýsisvinnslu. Nú afurðaframleiðsla 34.700 tonn á móti 38.200 ári áður. Heildareignir samstæðunnar nema $1.097,1 milljónir. Eiginfjárhlutfall er sterkt 59,6 á móti 58,6 áramót. Handbært fé $87,1 milljónir var $87,1 milljónir var $81,7 milljónir áramót. Netto vaxtaberandi skuldir deilt með EBITDA er 2,39 á móti 1,99 en þarna erum við náttúrulega að nota EBITDA síðustu fjórðunga. Þar af leiðandi detta sterkir fjórðungar út í þessum samanburði. Nú meðalgengi tímabilsins 137,6 á dollar á móti 133,3 þetta árið síðan. Nú 9 mánuðirnir, þar erum við 236,8 á móti 317,9 og þarna er, sem ég örugglega oft eftir að segja í kynningunni, þarna vantar til dæmis ekki loðnuvertíð auk þess sem þetta er samdráttur búinn að vera í tekjum hjá Vísi vegna jarðhræringa. EBITDA er $58 milljónir á móti 96,4. EBITDA hlutfall 24,5% á móti 30,3 ári áður. Hagnaður tímabilsins $28,4 milljónir á móti 62,8. Veiddum 128.000 tonn á móti 186.000 tonnum ári áður og framleiddum 68.900 tonn á móti 107.000 tonnum ári áður. Nú ef við förum aðeins í starfsemina og magntölur að þá veiddu skipið hjá okkur uppsjávarskipin 27.600 tonn á móti 42.000 tonnum ári áður sem er auðvitað gríðarleg sveifla. Veiddum 17.800 tonn af makríl á móti 20.600. Við veiddum helmingi minna af síld
en árið áður, þannig það munar það. Nú staða aflaheimilda í lok tímabils sem við erum þá að vinna á núna eins og norsk-íslenska síldin, 5.300 tonn var óveitt þar, kolmunni óveitt þar 17.400 heimildum pluss framúrkeyrsla, við reiknum að veiða 20.000 tonn á síðasta ársfjórðungi og íslenska síldin 11.300. Nú uppsjávaraflinn á fyrstu 9 mánuðunum var 100.000 tonn á móti 156.000 tonnum og þarna munar bara loðnuna sem nam 58.000 tonnum árið áður, þannig að þetta bara loðnan sem að munar Síðan aðeins innbyrðisbreyting á milli meiri kolmunni og minni makríll og síld. Nú uppsjáum vinnsluna hjá okkur, þarna sjáum við líka töluverða breytingu á milli ára. Við erum að sjá 18.000 tonni í fiskimjölsverksmiðjunum á móti 37.600 tonnum árið áður. Og þetta auðvitað helgast af því að við erum einfaldlega að bræða mun minna af fisknum, við unnum meira til manneldis og samdráttur í veiði. Og við erum að taka á móti í uppsjávarfrystingunni 33.000 tonn á móti 28.000 tonn árið áður. Og þar erum við að taka tæp 20.000 tonn af makríll í vinnslu í staðinn fyrir 16.800. Og við erum með svipamagni síld, ívið minna. Þannig að þetta svona lýsir kannski í fjórðungnum dálítið, mun meira til manneldis og minna í mjöl- og lýsisvinnslu, auk þess sem minni veiði. Nú ef við skoðum 9 mánuðina þá erum við með 140.000 tonn í fiskimjölsverksmiðjunum á móti 217.000 tonnum og uppsjávarfrystingin 35.000 tonn tæp á móti 46.000 tonnum tæpum og þarna munar auðvitað það að við tókum auðvitað 11.000 tonn af loðnu og 4.500 tonn og 5.000 tonn af loðnu hognum árið áður. Þannig að það munar minna. Nú bolfiskaflinn hjá okkur var svipaður á milli ára ef við skoðum þessa fjórðunga. Það að segja við veiðum 8.500 tonn af bolfiski á móti 8.000 en það ef við skoðum kannski tegundina þar, þannig erum við að veiða tæplega 700 tonnum meira af þorski á tímabilinu heldur en árið áður. Svo annað sem líka athyglisvert, veiðin svipuð, en við lögðum einu línuskipi í Fjölni áramót, þannig að við erum einu skipi minna en sömu veiði. Og eins lögðum við öðrum bátnum í krókakerfinu og erum bara að veiða krókaaflaheimildir á einn bát, þannig að við höfum erum að veiða sama magn á færri skip og teljum hugsanlega að sé ennþá hagræðingarmöguleikar í skipaflota félagsins. Nú staða aflaheimilda, þið sjáum að hún svo sem svipuð, við eigum óveitt 13.400 tonn af þorski, 8.900 af ýsu, þannig að staðan á aflaheimildum þokkaleg og þetta viljum við alltaf fá meira úthlutað af öllu og þetta vonbrigði hvað þorskstofninn seinna að taka við sér. En við vonum bara að það hressist. Svo auðvitað veldur vonbrigðum þegar við skoðum aflaheimildir í bolfiski að það skuli ekki vera úthlutað einhverjum djúpkarfa. En hann var 0 í ráðgjöfinni. Nú 9 mánuðinni þá veiðum við 28.400 tonn á móti 29.700. Þarna munar þá einhverjum 1.400 tonnum eitthvað svoleiðis. Og veiði eftir tegundum, við veiðum einhver 11.600 tonn þorski á móti 11.200. Að öðru leyti erum við líka með minna kannski veitt af öðrum tegundum, löngu og keilu en árið áður. Vega það þyngst. Nú ef við skoðum vinnslurnar hjá okkur þá svo sem sjáum við ekki kannski eins og ég sagði áðan að vinnslan í Grindavík búin að vera, við erum að vinna þar í maímánuði, það var nánast það var ekkert unnið í frystihúsinu fyrstu 5 mánuðina og þannig að fjórðungurinn núna þar það ekki mikill munur í magni, við erum að vinna þarna 1.300 tonn á móti tæpum 1.500 tonn árið áður. Þannig að það hefur gengið vel að koma hlutum þar í gang aftur. Saltfiskvinnslan hefur tekið á móti meira magni, 1.340 tonn á móti 1.180, þannig að það aukning. Það meira magn af þorski unni sem helgast auðvitað því að við höfum veitt meira magn af þorski eins og kom fram áðan.
Þannig að þetta svona hefur verið á haustmánuðum farið bara þokkalega á stað. Auðvitað er þetta óþægindi fyrir fólk. Við erum með starfsfólk búsett í Reykjanesbæ og svæðunum í kringum Grindavík. Mjög fáir sem voru komnir inn í Grindavík. Síðan kemur þetta eldgos í gærkvöldi snöggt sem er auðvitað samt var ljóst strax í upphafi að kannski stefjaði ekki ógn af Grindavík sem slíkri. Svo gefið út í morgun að fyrirtæki mættu fara inn og starfa í Grindavík. Það var óvissa með rafmagn á tímabili í morgun en síðan er komið fullt rafmagn á Grindavík þannig að við stefnum að því að byrja að hefja vinnslu þar á morgun. Vissulega þarf fólk að fara lengri veg þannig að þetta er óþægilegt að þarf að fara annars vegar Krýsuvíkurleiðina eða þá Reykjanesveginn. Þannig að það er vissulega óþægindi og aðeins lengri leið og verið vegur í vinnuna. Nú á 9 mánuðum, hérna aftur á móti má segja að við sjáum kannski mjög vel hvernig jarðhræringar hafa leikið okkur í vinnsluhluta bolfisks. Sjáum það að á 9 mánuðum síðasta árs tókum við 7.300 tonn, nú erum við að taka tæp 2.000 tonn. 1930. Nú móttaka saltfisks aftur á móti og það er náttúrulega meðtalið það sem við tókum í Helguvík á vormánuðum og eins líka það sem við unnum í Þýskalandi í vetur, við gátum ekki unnið í Grindavík. Við erum búin að vinna einhver 6.900 tonn af saltfiski á móti 5.800 árið áður. Afurðamagn er 8.700 tonn á móti 11.500 árið áður. Nú ef við rúllum í reksturinn núna. Nú tekjur fjórðungsins voru $95 milljónir á móti 106 árið áður. Við erum með rekstrargjöld upp á 62,8 á móti 35,6 árið áður. Afskriftin nema $4,4 milljónir. Þannig er rekstrarhagnaður $27,8 milljónir. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð $3,7 milljónir og áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eru $45.000 í plús. Og þannig erum við að sjá að fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld eru að aukast $2 milljónir á milli frá sama tímabili árið áður. Á sama tíma við erum með jákvæða stöðu á hlutdeildarfélögum upp á $3,2 milljónir og það vegur auðvitað þyngst bara afkomu eða breyting á afkomu hlutdeildarfélagsins í laxeldinu, Arctic Fish, sem er búið að sýna mun betri árangur í ár en á síðasta ári. Þannig er hagnaður fyrir skatta $24 milljónir á móti 26,2 árið áður. Tekjuskattur reiknaður $5 milljónir á móti 6,2. Þannig er hagnaður tímabilsins $19 milljónir á móti $20 milljónir. Þannig ég held að svona, eins og ég segi, það var töluvert mikill samdráttur í uppsjávarafla á tímabilinu eins og við sjáum og þannig að ég held að við getum vel við unnað með þessa niðurstöðu. Ef við skoðum 9 mánuðina þá er það $237 milljónir í tekjur á móti 318. Þarna er niðursveifla upp á $81 milljónir. Rekstrargjöld með $178,8 milljónir á móti 221,5. Þarna er breyting upp á $42,7 milljónir. Afskriftin 14,6, rekstrarhagnaður 43,4. Þannig eru fjármálatekjur og fjármagnsgjöld á 9 mánuðum $7,1 milljónir á móti $301.000 árið áður. Þarna er mikil sveifla á milli tímabila. Áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eru neikvæð $388.000 en voru neikvæð $2,9 milljónir árið áður. Nú hagnaður fyrir skatta nemur þannig $35,8 milljónir, tekjuskattur 7,4 og hagnaður tímabilsins $28,4 milljónir á móti 62,8 sem er sveiflað upp á $34,4 milljónir. Og auðvitað er þetta bara að endurspegla þessar sveiflur sem að loðnuleysi og sýnir líka þýðingu loðnunar fyrir efnahag og rekstur félagsins, alveg eins og samfélagsins alls. Og auk þess auðvitað hefur bæst við þessi niðursveifla vegna Grindavíkur sem við vonum nú að við séum að vinna okkur út úr að ákveðnu marki. Ef við skoðum hagnaðar brúnna, sýtjum hana upp að þá er þetta þannig að hagnaður á 2023 var $20 milljónir, EBITDA
$4 milljónir niður, afskriftir, ástæðan núli í fjármagnsliði $2 milljónir, hækkun hlutdeildarfélög $3,2 milljónir og tekjuskattur minnkar 1,2, þannig hagnaður tímabilsins $19 milljónir. Ef við skoðum þetta fyrir 9 mánuðina þá þetta $62,8 milljónir, hagnaður fyrstu 9 mánuða í fyrra. EBITan lækkar 38,3, afskriftir $827.000 sem aukast, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld minnkað $1.061 milljónir. Gengismunur eykst $4,9 milljónir, verðbréf afleiður aukast $3 milljónir og hlutdeildarfélög eru jákvæð $2,6 milljónir og tekjuskattur $9 milljónir, þannig hagnaður tímabilsins $28,4 milljónir. Nú starfsþátta yfirliti hjá okkur, útgerðin með $104,5 milljónir í tekjur og við erum með rekstrar hagnað fyrir afskriftir þar $22,5 milljónir, landvinnslan með $175,7 milljónir og við erum með rekstrar hagnað þar fyrir afskriftir $41,8 milljónir og annað með tekjur upp á $26 milljónir og rekstrar hagnað tap þar 6,3. En þarna erum við með undir fóðurverksmiðjuna Laxá, auk þess sem við erum með PTS, sölufélag í Grikklandi og skrifstofu stjórnunarkostnað samstæðanað. Síðan eiginafli og jöfnunarfærslur, þannig eru heildartekjur $236,4 milljónir og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir $58 milljónir, afskriftir 14,6, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld 7,2, á þegar rekstri hlutdeildarfélaga $388, tekjuskattur 7,4 og hagnaður tímabils $28,4 milljónir. Nú EBITDA-brúin á 9 mánuðum, þá vorum við með 96,3 fyrir árið síðan. Nú útgerðin niður 22,4 sem helgast að stærstum hluta í samdrætti af veiði, landvinnslan 15,1 og annað $741.000, þannig EBITDA 9 mánuða 24, $58 milljónir fyrir ekki veiði. Nú ef við skoðum efnahag samstæðunar þá erum við með óupptíslegar eignir $505,6 milljónir. Það hækka lítillega sem bara gengisbreyting á milli dollara og evru, en við erum með aflaheimildir inn í samstæðunni bæði þetta náttúrulega fyrst og fremst í vísir sem í evrum og svo erum við með berghuginn í íslenskum, þannig að þetta svona gengissveiflur þarna á milli. Nú rekstrarfjármunir eru $234,7 milljónir, fjárfestingar $145,3 milljónir, þannig eru fastafjármunir samtals $885,7 milljónir. Nú veltufjármunir $211,4 milljónir og eignir samtals nema því $1.097 milljónir. Nú eigið fé samstæðunar $653,4 milljónir, langtímaskuldir og skuldbindingar $364,7 milljónir, skammtímaskuldir $78,9 milljónir, þannig nema heildarskuldir $443,7 milljónir og eigið fé skuldir samtals $1.097 milljónir. Nú við vorum með handbært, ef við förum í sjóstreymið þá var handbært fé upphafi árs $81,6 milljónir, veltufé þá rekstri $57,9 milljónir, greiddir vextir og skattar taka til sín $19 milljónir, rekstrartengdar eignir og skuldir minnka $15,7 milljónir, fjárfestingarhreyfingar taka til sín $5,9 milljónir og fjármögnunarhreyfingar $43,2 milljónir og þannig handbært fé í lok árs $87 milljónir, lok tímabils $87 milljónir. Nú, sko þá tel ég að fjórðungurinn hafi gengið vel og haustið hefur gengið
mjög vel það sem af er. Við höfum eins og komið fram, bolfiskvinnslan í Grindavík er komin í gang. Síldavertíðin hefur gengið mjög vel, við erum að vinna mun meira síld til manneldis en áður, helgast af markaðsaðstæðum, markaðir sterkir og við erum í raun búin að vinna síldnæri ósliti frá byrjun september. Bolfiskskipin hafa aflað vel eins og kom fram og þetta er svona lifandi skjal hérna söndubinn í gær áður en að gosið kom, þannig að en bolfiskvinnslan í Grindavík er komin á gott ról og eftir þessi blessuðu eldsumbrot. En síðan bara sögðu við eftir eldsumbrot í gærdag en nú eru eldsumbrot í gangi þannig að það er alveg ljóst að óvissa er til staðar í kringum Grindavík, það er ekki þetta að neita því. En ég held að við séum búin að gera það sem hægt til að tryggja fyrst og fremst öryggi fólks og upplýsingar til fólks, starfsfólks og gerum það sem við getum til að tryggja reksturinn í þessum aðstæðum og það hefur gengið vel en því er ekki að neita, þarna er óvissa til staðar. Kolmunnaveiðar hafa gengið vel. Núna erum við með skipin austan við Færeyjar og stefnum að því að klára kvóta þar eftir síld og fyrir jól. Við keyptum Birting NK-skinni Þinganesi nýverið. Skipinu er ætlað að koma, eins og kom fram í fréttatilkynningu, að þá er skipinu ætlað að koma í stað Jóhönnu Gísladóttir sem verður selt. Teljum að þarna sé skip með möguleika á annars vegar netaveiðum, hagstæðara skip í rekstri. Þannig að þetta er svona bara, auðvitað ekki stór fjárfesting en teljum okkur geta aðeins laga til í útgerðarþættinum með þessu. Nú markaðir, ég hef alltaf reynt að fara eins yfir stöðuna á mörkuðum, fara yfir það með markaðsaðilum og sölumönnum, hvernig útlitið er. Eins og við komum fram, þá gekk makrílvertíðin mjög vel og auðvitað fékk hún snarpan endi, það er að segja að við náðum ekki alveg að klára allan kvóta en veiði gekk vel og vinsla. Við eigum eftir ykkur 2500 tonn sem ég reikna nú með að verði heimiluð geymsla á milli ára. Við frystum mun meira til manneldis á þessari vertíð síðustu og meira þar af leiðandi. Það kannski helgast að því líka að verðlækkanir á mjöli og lýsi voru aðeins á fjórðungnum og sem að vera að ganga tilbaka, allavega í mjölinu en ekki í lýsinu. En á sama tíma mjög sterkir manneldismarkaðir að vera þá, þannig að það var mjög skynsamlega að frysta meira til manneldis eins og staðan núna og það hefur gengið vel. Sama með síldveiðina, hún hefur gengið mjög vel, bæði norsk-íslenska síldin í september og fram í október. Við veitum hana hérna við bæjardyrnar, fengum töluvert af íslenskri síld sem meðafla sem kom sér bara vel og í rauninni ekki hægt að gera þær veiðar með hagstæðari hætti en að fara út á kvöldu og koma inn að degi með fullt skip, stutt að fara. Og við höfum bara séð mikla hækkun á verði manneldisafurða í uppsjávarfiski og sem hefur á móti þá dregið úr mjöl- og lýsisvinnslunni. Markaðir í góðu jafnvægi og það er mikil eftirspurn og verð eru sterk. Síðan erum við náttúrulega með MSC-vottun á íslensku síldinni og það er vissulega að hjálpa okkur líka inn á til dæmis Póllandsmarkað sem er síðan að senda inn á Evrópu. Og það er í rauninni líka eftirtektarvert í þessum mörkuðum hvað til dæmis Úkraína er ótrúlega sterkur kaupandi og er sterk inni og gengur vel að selja þangað og koma afurðum þangað inn. En vissulega er samt stríð í gangi og óvissa en það er samt eftirtekt svona aðdáunarvert hvernig menn hafa náð að halda þessum dreifileiðum gangandi og þetta hefur gengið vel. Nú allar loðnuafurðir eru seldar, við áttum náttúrulega framleiddum enga loðnu þannig að fengum aðeins frá norskum bátum. Það er þá farið núna. En við eigum loðnurhogn, töluvert magn af þeim frá árinu 2023. Nú vitum við ekki hvort það er gott eða slæmt, það fyrir eftir hvort það kemur mikill loðnukvóti eða kemur engin loðnukvóti, þá þetta er alltaf eins og í uppsjávarfiskunni, þetta er aðeins lottó. En það er engin kvóti í Barentshafi heldur og það er engin upphafskvóti á Íslandi. En ég tel að það sé mjög mikilvægt að við skoðum mjög vel að gefa út byrjunarkvóta fyrir loðnu, einfaldlega til að viðhalda mörkuðum, þetta verður rætt áður. Og það er alveg ljóst að það er innan allra skekkjumarka þó að væri gefin út einhver 100–150 tonna byrjunarkvótið. Ég held að það sé minni skekkjumörk í því heldur en til dæmis mati á því hvað afránni hvala og sela og annarra tegunda í hafinu. Að leyfa okkur að það sé
fari í gegnum aflareglu með það í huga hvort sé einhver áhætta fólgin í því fyrir stofninn að sé einhver uppaskoti þannig að það sé hægt að sinna mörkuðum. En vanur í loðnur hognina þá má segja að líf hafi fæst í sölu þar aðeins eftir ákjöfuna í Barentshafi á Íslandi núna og það hefur verið aðeins hreyfing á haustmánuðum. Þannig að við erum svo sem þokkalega bjartsýn að það spilist út þeim byrjum á næstu mánuðum. Nú, mjöl- og lýsismarkaðið, það náttúrulega sala hefur gengið vel, það eru lágar byrðir. Lýsi vissulega féll mjög hratt í verði á haustmánuðum eftir að komið út kvóti í Suður-Ameríku í Perú. Það var gefin út 2,5 milljón tonna kvóti og það er alltaf spennandi þegar kemur kvóti í Suður-Ameríku, en langstæðsti playerinn í heimsmarkaðnum. Og það alveg saman hvort það mjögulega lýsi eða eitthvað annað í íslenskum sjávarútvegi, að við erum ekki eyland, við erum hluti af hinum stóra heimi í alþjóðlegri samkeppni. Og þannig að þetta býtur okkur mjög og þetta mjöl og lýsi mun koma inn á Evrópumarkað hér í upphafi nýs árs. En mjölverð hefur hækkað núna seinni hluta árs, einfaldlega því að það vantar aðeins mjöl inn í fóðurframleiðsluna, en menn eru líka að halda sér höndum að kaupa ekki mikið, þannig að menn eru að reikna með þessu Suður-Ameríku mjöl inn í veturinn. Þannig ég reiknaði með að mjölverð muni leita jafnvægis eftir áramót þegar aukið framboð kemur inn á markaðinn, en það breytir ekki því að í sögulegu samhengi eru verð að mjöl og lýsi há. Við getum alveg verið, þó að gefa eitthvað eftir það, þá erum við að tala góð verð í sögulegu samhengi. Og ég held að þau bara eftir að styrkjast síðan inn í framtíðina. Nú, bolfiskur, markaði fyrir sjófrystarafurðir hafa tekið vel við sér og við höfum verið að sjá alveg mikinn stígandaði þorsk og ýsu afurðum inn á Bretland, mikla eftirspurn og mjög há verð núna í síðustu löndunum. Verð á grálúðu og karfa en á Asíu hefur bara haldið, þrátt verið að efnahagur eins og í Kína hafi verið að gefa eftir. Sala á ferskum fiski, þorsk og ýsuafurðum gengur líka vel inn á Evrópumarkaði. Saltfiskmarkaðir eru bara mjög stöðugir og í rauninni mjög há verð þar í athuguðu augnabliki. Þó svo að efnahagsástandið sé ekkert einfalt í suðurhluta Evrópu alls staðar. Það hefur gengið vel að selja. Og auðvitað er alveg ljóst að ég held að við Íslendingar munum sjá fram á að þorskafurðir sem dæmi munu verða sterkar og þorskurinn það mun verða skortur á þorski út í mörkuðunum. Það er alveg ljóst að það er gríðarlegur samdráttur í Barentshafi. Það getur ekki annað en þýtt skort á helstu ákveðnum mörkuðum. Þannig að það er spurning hvort það getur ekki gefið okkur líka tækifæri núna í markaðssetningu og að koma öðrum hvítfiskafurðum út á betri verðum. Við erum náttúrulega með mjög góða tegundur inn í þessa markaði. Við erum náttúrulega með tegundur eins og aðra tegundur eins og ufsa, ýsu, löngu og keilu sem dæmi. Þannig að það er spurning hvað þessi samdráttur í þorski mun, hvaða tækifæri það getur skapað annars staðar. Nú, framundan, við teljum auðvitað bara útgefin afkomuspá sem við höfum gefið út áður. Hún muni standast og við munum ná þeirri afkomu sem við höfum gefið út markaðinn að við ætlum okkur að ná í EBITDA framlegð. Það er komin ráðgjöfin á næsta ár fyrir deilistofna. Makríllinn auðvitað er að dragast saman 22% sem er auðvitað skellur. Og norsk-íslenska síldin, hún er að aukast 3% sem var líka að mörgu leyti óvænt, menn reiknuðu jafnvel með samdrætti þar en hún eykst 3% sem er jákvætt að hún sé að fara upp á við en ekki niður á við. Kolmunni náttúrulega dregst saman 5% en við erum líka í gríðarlega stórum kvótum í kolmuna. Og enn er ósamið skiptingu á þessum deilistofnum og það er auðvitað með öllu við þurfum einhvern veginn að ná samkomulagi við aðrar þjóðir hvernig við ætlum að nýta þessa deilistofna til framtíðar. Það er auðvitað ekki sjálfbara ásættanlegt að menn geti komið sér saman að nýta þessa stofna með sjálfbærum hætti á milli þessara fiskveiðiþjóða sem eru að deila þessum stofnum á milli sín. En að sama skapi getum við Íslendingar ekki leikið einhverja messias í því að ætla að gefa mest eftir. Menn verða náttúrulega að komast að samningaborðið og ná ásættanlegri niðurstöðu, en hún náttúrulega felur í sér að allir þurfa að gefa eitthvað eftir. Nú,
óvissa í orkumálum og sem að skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli fyrir okkur og við erum að nota núna, ef við skoðum bara síldarvinnsluna á fyrstu 10 mánuðunum sem var nú reyndar lítið ár í bræðslunum eins og ég sýndi í magntölum, það var ekki mikill samdráttur á milli ára, þannig að ef þetta hefði verið áður hefði við verið að tala mun stærri tölur. En við erum búin að nota 7,8 milljónir lítra af olíu á árinu. Og umreiknar yfir í olíu, í kílóastundi, þá erum við að tala einhverjar 78.000 milljónir kílóastunda. Þannig að auðvitað gríðarleg vonbrigði og engan veginn ásættanlegt fyrir okkur bara sem Íslendinga að það sé ekki aðgengi að raforku til þess að mæta þessari notkun. Þarna allan búið að fara í gegnum orkuskipti, það búið að fjárfesta í búnaði til raforkunýtingar sem við getum ekki nýtt sökum þess að orkan ekki til. Þess vegna áhugavert að heyra marga frambjóðendur núna í aðdraganda kosninga að vera með vera ákveðnir í því að orkumálin sé eitt af stórum málum til að takast á við á nýju kjörtímabili sem ég held að allir geti verið sammála, eða flestir geti verið sammála um. En síðan þetta í hitt umhugsunarefni þegar kemur að orkunni að þetta auðvitað einn framleiðandi á Íslandi sem að ríkið á í opinberri eigu að þá erum við náttúrulega búin að sjá það að verð í lok árs 2023 var 8,34 krónur á kílóastundina til síldarvinnslunnar og við erum að horfa á það núna að það komið í 12,8 krónur í haust og það sem við erum að fá núna og það enn verið að boða hækkanir upp á alltaf upp undir 15 krónur kílóastundina þannig að það búið að fara þá á innan við 2 árum úr 8,3 krónum í tæpa 15. Og þetta auðvitað gríðarlega tölur fyrir fyrirtæki eins og okkar, þetta veltir 100 milljóna hvað þessi breyta. Og getum séð það að meðan við 10 mánuði þess árs þá þetta hækkun upp á 300 milljónir pluss. Og það náttúrulega ekki, það orðið helvít ansi, má nú ekki blóta hérna fyrir ekki, það orðið ansi dýr kílóastundin. Og síðan erum við náttúrulega nýbúin að fá ný lög á okkur. Það dálítið vinsælt núna í aðdraganda kosninga. Sumir ætla enga skatta að hækka og aðrir ætla að sækja alla skatta og skattahækkanir á sjávarútveginn. Eða margir hverjir. Og bara sem dæmi að það var náttúrulega nýbúið að hækka kolefnisgjald 55%. En sú hækkun mun þýða fyrir síldarvinnsluna miðað við 2023 200 milljóna króna hækkun á ári í skatta. Og það auðvitað ekki ásættanlegt talandi hvað fiskimjölsverksmiðjurnar áræðir að við séum að hækka kolefnisgjöld og umhverfisskatta á sama tíma og það ekki til græn orka í landinu. Þannig að þetta eitthvað sem ég vona að menn sameinist að leysa, það að segja þessi orkumál. Og þannig að það verði aðgengi að hreinni orku. Þetta náttúrulega, ég ætla ekki að fara hér út í kolefnis eða útblástur frá þessu en það vita allir auðvitað að þetta mengandi að brenna olíu. Og svo líka sérstakt. Það líka sérstakt í þessari skattheimtu og öllu sem við erum að tala í þessu samhengi að ég held ég hafi lesið í Morgunblaðinu, var það ekki í morgun eða gær, að Landhelgisgæslan að spara sér 100 milljónir á ári með því að sigla til Færeyja og kaupa olíu. Það umhugsunarefni líka. Ef að ríkið fari að skatta sjálft sig út á markaðnum. Nú heilt yfir að þá, eins og ég segi, þá tel ég bara að vera þokkalegt útlit á okkar helstu mörkuðum. Auðvitað alltaf verðsveiflur í sjávarútvegi, það eru sveiflur í aflaheimildum og það eru sveiflur í náttúrunni sem að við auðvitað fyrirtæki þurfa bara aðlaga sig að og búa við. Þannig sjávarútvegurinn og ég held að muni verða þannig, hann hefur alltaf verið þannig.
En eins og sést auðvitað á þessu uppgjöri og væntanlega uppgjöri á fleiri uppsjávarfyrirtækjum að þá skiptir loðnan gríðarlega miklu máli og því er bara einfaldlega mikilvægt að Hafrannsóknastofnun fái fjármagn til að sinna rannsóknum og að við sinnum leit á loðnunni vel og þetta sé tekið föstum tökum. Það er stefnt að fara út með fiskiskip í samstarfi við Hafró núna í desembermánuði sem útgerðin kemur að og síðan auðvitað verður farið í loðnuleiðangur í janúarmánuði og það er auðvitað þannig að það kom fram í erindi hjá aðalhagfræðingi Landsbankans daginn á sjávarútvegsráðstefnunni að góð loðnuvertíð getur aukið hagvöxt 0,5 til 1%. Og þegar góð loðnuvertíð getur aukið hagvöxt 0,5 til 1%, þá er dálítið hjákátlegt að við erum að karpa 15 milljónir til eða frá í loðnuleit, sem er auðvitað ekki mikið í stóra samhenginu. 15-20 milljónir þegar við erum að tala vertíð sem getur aukið hagvöxt 0,5 til 1%. Þannig að ég held að fyrir stundum að leggja saman ekki bara þarna heldur mjög víða hjá okkur í hvað við notum peningana og víða koma þeir vel tilbaka ef þeir eru rétt notaðir. Nú, ég fékk spurningu á milli fjárfestakynninga varðandi Grænland, þar sem að spurður út í hlutdeildarfélag okkar Polar Pelagic, uppsjávarfélag sem við erum búin að vera hluthafar í síðan 2023 og eigum 1/3 hlut og í dag er það á móti Polar Seafood stóru grænlensku félagi sem á 2/3. Við erum að gera 2 uppsjávarskip í þessu félagi í samstarfi við grænlendingana og það er að veiða loðnu, síld, kolmun og makríl. Og það hefur auðvitað skipt síldaðinslónu máli bæði eftir að hún kom inn í þetta félag sem hluthafi áður að það langvarandi viðskipti, sérstaklega með loðnulandanir og loðnukaup. Við erum að gera turistiskip í dag, annað skipið og það er lögin í þessum lögum er talað 10 ára, eða það er búið að setja lög Grænlandi sem að heimila ekki útlendingum að vera hluthafar í grænlenskum sjávarútvegi, þannig að það er 10 ára aðlögunartími sem að við munum nýta þá til þess að finna lausn á okkar eignarhlut í félaginu og höfum meðal annars farið í gegnum þetta með okkar samstarfsaðilum og ég trúi því að á þessum 10 árum munum við finna farsæla lausn á þessum hlutum. En þetta verðmæti félagsins inn í bókum síldaðinslónu er $10,7 milljónir, þannig að hluthafar átti sig á þeim stærðum. Nú, ég held að ég sé að vera búinn með efnið. Ég í lokin bara þakka ykkur sem að gáðu ykkur tíma til að hlusta og ef það er einhverja spurningar þá komi einhverja spurningar eða engar spurningar þá eins og ég segi, takk fyrir að gefa ykkur tíma til að hlusta og lifið heil og gleðileg jól bara, er ekki að koma jól bráðum. Takk.